Góða kvöldið, kæri áhorfendur, IA TV heilsar ykkur á þessu fallega föstudagskvöldi hérna á Norðurhólsvellinum. Framundan leikur IA og Þróttar í mjólkurbikarkeppni kvenna. Örn Arnarsson heiti ég og mun lýsa þessum leik og fylgja ykkur í gegnum hann til enda. Nú, þetta áhugaverður leikur. Þessi lið hafa nú þurft að eigast við ansi oft undanfarin ár og Þróttar stúlkur búin að vera virkilega sterkar í inkassodeild kvenna og sitja þar á toppnum. En eins og ég segi, þetta bikarleikur, þá telur deildin og staðan í deildin ekki neitt. Skagalið líka búið að vera að safna stigum þar og það eiga töluvert inni og miðað við síðustu leiki, en það er kannski bara gaman aðeins að kíkja á það sem að þessi lið hafa fengist við. Það eru í síðustu 5 leikjum þessara liða hefur IA unnið 2 sinnum, Þróttur unnið 2 sinnum og 1 sinni verið jafntefli. Síðasti leikur þessara liða var í ágúst í fyrra á Þróttavellinum og þar sigruðu IA konur 2-1. Nú, í síðustu umferð í bikarnum að þá gerðu Skagakonur sér lítið fyrir og sigruðu FH 1-0 í Hafnarfirði og með marki Erlu Karitas Jóhannesdóttur ef ég man rétt, en á sama tíma sigruðu Þróttarar Hauka 3-1 og en við kannski förum bara, við ætlum að myndum að lifa hérna. Nú spurning hvort að ég rúlla yfir byrjunarliðin bara á eftir eða hvort ég geri það núna. Hvað segir útsendingarstjórinn um það? Ég fæ að ráða því og já, við ekki bara rúlla því í gegn og ég get séðan lesið það yfir aftur og sjáum kannski byrjunarlið Skagakvenna fyrst. Þar í markinu Tori Ornella, gríðar sterkur markmaður í 4 manna varnarlínu. Anita Sól, Eva María, Andrea kemur inn í liðið og Klara Kristvinsdóttir, 4 manna miðja, Erla Karitas, Sigrún Eva, Fríða Halldórsdóttir og Veronika Líf. Í hólunni Bryndís Rún og Ólöf Sigríður þar fyrir framann. Þetta svipað lið og spilaði hérna gegn Grindavík síðustu helgi. Breytingu þó að Andrea kemur inn í byrjunarliðið í vörnina og hún kom inn sem varamaður í þeim leik. Og en þetta, ég hitti á Anitu, aðstoðarþjálfara IA hérna fyrir leik og hún sagði mér að þær hefðu nokkurn veginn úr öllum hópnum að velja fyrir þennan leik og þannig að þær geta ekki skilt sér að bakvið meiðsli í leikmannahópnum, en það hópurinn breiðari heldur en hefur verið oft undanfarin ár, segja þær mikið af ungum stelpum að fá tækifæri. Á varamannabekknum hjá IA eru Ylva Laxdal Unnarsdóttir nr. 6 og Róberta Lilja Ísólfsdóttir nr. 14, nr. 18 María Björk Ómarsdóttir, nr. 20 Sandra Ósk Alfreðsdóttir, nr. 22 Karen Þórisdóttir, nr. 24 Dagný Halldórsdóttir og nr. 12 varamarkmaðurinn Dagný Pálsdóttir. Renn eldsnögt yfir Þróttarliðið að þar í markinu Friðrika Arnardóttir nr. 1. Aðri leikmenn eru Sigmundína Sara Þorgrímsdóttir nr. 2, nr. 5 Olivia Bergá, nr. 6 Gabriela Jónsdóttir, nr. 7 Andrea Rut Bjarnadóttir, nr. 8 Álfhildur Rósa Kjartansdóttir, nr. 8 hún fyrirliði, nr. 9 Jelena Tinna Kujundžić, nr. 11 Lauren Wade, nr. 13 Linda Líf Boama, nr. 17 Lea Björt Kristjánsdóttir og nr. 20 Elisabeth Freyja Þorvaldsdóttir. Á varamannabekknum hjá Þrótti eru nr. 10 Guðfinna Kristín Björnsdóttir, nr. 19 Ester Lilja Harðardóttir, nr. 22 Rakel Sunna Hjartardóttir, nr. 23 Þórkatla María Halldórsdóttir, nr. 32 Mist Funadóttir, nr. 99 Signý Rós Ólafsdóttir og varamarkmaðurinn nr. 31 Sofía Sól Andrisdóttir. Þjálfarar Skagaliðsins eru að sjálfsögðu Helena Ólafsdóttir og aðstoðarþjálfari Anita Lísa Svansdóttir.
Hjá Þrótturum það Nick Anthony Chamberlain sem þjálfari og Egill Atlason aðstoðarþjálfari. Dómar í dag Eysteinn Hrafnkelsson og með honum Samir Mesetovic og Abdelmajid Saidi. En við munum leyfa þessum myndum að lifa hérna fram að leik og ég tek mér örstutt hlé og við heyrumst aftur þegar leikurinn hefst. Taking that defense, like just like that. Já, þá eru leikmenn að tínast út úr vallarhúsinu
alltaf verða klárt. Við erum búin að vera í svona smá basli undanfarið með tæknimálum hjá okkur en við erum að skríða út úr þeim. Einhvað síður að þá eru hlutinir ekki alveg eins og við vorum konir með á. Það verður töluverð vinna að vinna upp aftur grafíkina hjá okkur. En það vil til að vera með flinka menn í þeim málum og vonandi verður það komið fljótlega aftur. En leikmenn að ganga til leiks. Við renni aftur yfir skagaliðið í markinu Tori Ornella, nr. 1. Aðri leikmenn eru Andrea Magnúsdóttir, nr. 3, nr. 5, Anita Sól Ágústsdóttir, nr. 7, Erla Karitas Jóhannesdóttir, nr. 8, Sigrún Eva Sigurðardóttir, nr. 9, Ólöf Sigríður Kristinsdóttir, nr. 10, Bryndís Rún Þórólfsdóttir, nr. 11, Fríða Halldórsdóttir, nr. 15, Klara Kristinsdóttir, nr. 16, Veronika Líf Þórðardóttir og nr. 21, Eva María Jónsdóttir. Í Þróttarliðinu, byrjunarliðinu þar, er nr. 1 í markinu Friðrika Arnardóttir. Aðri leikmenn eru nr. 2 Sigmundína Sara Þorgrímsdóttir, nr. 5 Olivia Bergá, nr. 6 Gabriela Jónsdóttir, nr. 7 Andrea Rut Bjarnadóttir, nr. 8 Álfhildur Rósa Kjartansdóttir, nr. 9, hún er fyrirliði, nr. 9 Jelena Tenna Kujundžić, nr. 11 Lauren Wade frá Norður-Írlandi, Olivia Bergá frá Bandaríkjónum, líkt og Tori Ornella hjá skagaliðinu, nr. 13 Linda Líf Boama, nr. 17 Lea Björk Kristjánsdóttir og nr. 20 Elisabeth Freyja Þorvaldsdóttir. Sem fyrr segir er það Eysteinn Hrafnkelsson sem að mun dæma þennan leik. Ungar og efnilegar skagakonur að leiða inn á. Fulltrúar 7. flokks sýndist mér og 7. Þær sem munu taka við keflinu þegar þar að kemur. En ekki margir í brekkunni að þessu sinni og ef að skagamenn heima í stofu eru að horfa á þetta þá hvet ég ykkur að sjálfsögðu til þess að rölda á völlinn. Það er fínasta veður, smágola af hafi en sól og fullt af D-vitamíni í boði fyrir þá sem að vantar slíkt. En leikur í 16 liða úrslitum bikarkeppninnar. Það er leikur í gangi í Vestmannaeyjum í Mjólkurbikarnum. IBVF tekur á móti Val, þar er staðan 3-0 fyrir Valskonur. Og á sama tíma og þessi leikur Þór Káa tekur á móti Völsungi fyrir norðan. Við munum að sjálfsögðu fylgjast náið með leik í Breiðholtinu þar sem ÍR-ingar er að taka á móti Kára í annarri deild karla og flytjum ykkur fréttir af þeim leik til sem að þær berast. Og í innkassodeild karla eru 3 leikir í kvöld. Nú þegar er hafinn leikur Leiknis frá Reykjavík og gegn Víkingi Ólafsvík. Síðan klukkan korter yfir á sama tíma þessi leikur hefst Fram Afturhelding Keflavík Grótta. Staðan í Leiknis og Víkings er 0-0. En þá er nú allt að verða til reiðu. Og leikurinn er kominn af stað. Og það eru Þróttarar sem að hefja leikinn, sækja hérna upp hægra megin. Andrea í mikilli baráttu við Lindu Líf sem að kemur boltanum inn á teginu og þetta er skot rétt framhjá markinu. Sýndist að vera Andrea Rut sem að átti þetta skot. Tori var sigruð og hún virtist vera með boltan. Og dauðafæri hérna strax eftir halva mínútu leik. Og Þróttarar vinna fyrsta boltan í útmarkspyrnunni. Það koma hérna upp kantinn
Hér Ólöf Sigríður í mikilli baráttu að vinna boltan, kemur hún til vinstri, nei, ekki alla leið á Veroníku. Lea Björt mann að nafinni þarna og svo kemur langur bolti fram. Andrea enn í baráttunni við Lindulíf. Kemur Andrea með stungusendinguna inn fyrir, þetta frábær sending. Lauren Wade komin eina móti Tori Ornella og þetta bara formsatriði að klára þetta eftir 1:26. Skorar Lauren Wade fyrsta mark Þróttara og Helena ekki sátt, vildi meina að þarna hafi verið rangstæðan. Ég held að því miður að þá hafi hún ekki mikið til síns máls. Við getum nú mögulega séð þetta aftur hérna. Nei, hún enga við rangstæð. Engin rangstæð. Ekki meira, ok? Og Helena fær aðvörun. En þetta var hárrétt dæmt. Já, veistu hún kannski þurfti einhverja bendin á að mikrofónin okkar þarna mitt á milli vanamannabekkjana, en það hitt í þessu, það passion í þessu. Veroníka fær hann hérna út í vinstra megin, reynir að finna Ólöfu, gengur ekki. Það voru gaman að sjá hvernig Skagakonur bregðast við þessu, en Þróttarar eru hérna mættir aftur í sóknina. Andrea með sterka tæklingu, vinnur boltan af Andreu nöfnu sinni. Anita út á kantinn. Það er hann aftur, kemur hann fram á Bryndísi sem er hérna í góðu svæði, reynir að finna Ólöfu. Ólöfu í baráttunni við það að vinna boltan. Gengur ekki, Fríða Halldórsdóttir tekur frákastið og fer í skoti af löngu færi, en það rennur beint í fangið á Friðriku í markinu. Það er verið að gera okkur skráiði hérna, passar ekki alveg við leikskýrsluna á úrslit.net. Númer leikmanna Þróttar, það er hérna leikmaður númer 15 sem er ekki skráður þar. Veroníka snýr hérna vel af sér leikmann Elísabetu, en sendingin slök. Veroníka vinna boltan aftur, en það er á að koma þessu áleiðis hérna fram á við. Hvort það er Álfhildur, nei, Álfhildur Rósa er hérna númer 8. Gabriela hérna númer 6 í vörðinni. Sigmundína Sara á send með henni. Við notum útilokuna fyrir að finna þennan leikmann númer 15. Mætum! Olivia Bergá ætla ég að mér að giska á að hún sé. Hún er númer 5 á leikskýrslu. Sigrún missi boltan hérna inn í miðurhringnum. Lea Björk tilbaka. Ekki barátta hérna, dæmt aukaspyrna hann á Veroníku Líf. Álfhildur leggur hann tilbaka á Olivia Bergá. Nei, Gabriela er hérna há og hávaxinn miðvörður. Sigmundína skiptir yfir á hana. Gabriela Ólöf pressar á hana, kemur hann með ná fyrirliðan Álfhildi. Og hér hellur Sigmundína boltan, kemur hún svo tilbaka á Friðriku og Bryndís pressar. Hún er ein í pressunni. Nýjaliðið beið með að fylgja henni hérna. Gabriela með langan bolta á Lindu sem að hendur boltanum vel, stingur hún síðan hérna fram á veginn. Þetta er á vinnalega. Tori hirðir hennar upp. Andrea á Klöru, Klara fram á Veroníku, er að halda hann inn á hérna. Sigrún síðan fram á við. Ólöf í baráttu við Gabrielu, en Þróttarar enda á að hreinsa þetta út fyrir. Klara reynir að finna Ólöfu, gengur ekki, hendi þarna en ekki dæmt. Veroníka skýlir síðan boltanum út fyrir, vel gert hjá henni. Þetta mark Þróttara kemur eins og blaut tuska í andlit Skagakvenna. Það er nokkuð ljóst. Það er slegnar örlítið út á laginu, en þær eru svona að jafna sig.
Elisabeth kastar inn, Veronika vinnur skallan. Núna Litháen komin á Bryndísi. Gengur ekki. Fríða Halldórsdóttir leggur hérna út á Anítu. Anita síðan hérna fram á Erlu Caritas sem setur hann tilbaka á Evu Maríu og hún allavega aftur á Tori. Andrea ber hann hérna út úr vörninni. Stingur hann síðan hérna upp í vinstra horni. Það er Ólöf Sigríður sem nei, hún lætur hann eftir fyrir Klöru Kristín sem að flýta sér fullmikið þarna. Ekki nóg af gulum treyjum inn í tegnum. Þetta er slök spyrna beint á Erlu Caritas og hún reynir skotið í varnarmann. Leggur hann síðan tilbaka á Bryndísi sem að finnur hérna Ólöfu með frábæra snúning og henni. Það tógar í hana og dómarinn dæmir ekkert. Þetta fannst mér áhugavert. Hann var í frábæri stöðu til að meta þetta atvik. Við sjáum þetta aftur hérna Bryndís með flotta á snúningurinn hjá. Þetta er reyndar fyrir utan teig. Þetta er fyrir utan teig en enga síður klárt brot sýnist okkur hérna á upptökunum okkar. En ekki vítaspyrna. Og hér eru Þróttarar enn að koma sér í vandræði. Ólöf fær boltan hérna eftir góða pressu frá Erlu Caritas en í skot hennar í varnarmann. Fríða í mikilli baráttu hérna við Olivíu. Olivía hefur betur en Anita Sól með boltan hérna langan yfir á fjær stöngina. Þar er Veronika Líf en góð vörn hérna hjá Elisabethu Freyju. Þær eru vaknaðar heimakonur. En þetta er virkilega vel gert hjá Elisabethu. Finnur Andrea síðan fram á Lindu sem að gera þetta virkilega vel. Eva María kemur í varatekninguna og hér aftur á móti rangstæða dæmt á Lauren Wade. Hörku leikur hérna. Fjörug byrjun á þessum leik. Þá er það Tori með aukaspyrnuna hérna, sparkar út til hægri, Erla Caritas tekur hann á kassan. Reynir síðan að tekka hann inn fyrir, gengur ekki. Sigmundína hreinsar þetta frá, Anita Sól hreinsar svo tilbaka. Og Lauren Wade út til vinstri. Olivía stingur upp í vinstra hornið, en þar er engin önnur en Eva María Jónsdóttir. Eða meðan langan niðar á Ólöfu sem hann er að komast fram fyrir varnarmanninn, takur hann á kassan, leggur hann á Erlu Caritas sem hann leggur síðan af stað. Olivía ekkert dæmt, hann leifir þeim að kljást hérna. Olivía Bergá hirði boltan af Erlu Caritas. Álfhildur síðan tilbaka á Leifubjörn sem að leggur hann tilbaka á Friðriku. Friðrika síðan með langan fram, finnur Lindu Líf. Andrea í bakinn á henni. Klara Kristinsdóttir vinnur boltan hérna og missir hann síðan út fyrir. Elisabeth með innkastið, Veronika verst þessu fimmlega. Andrea fær boltan hérna, Veronika pressar út á hana, Ólöf mætir með í pressuna. Fríða Halldórsdóttir síðan vinnur boltan inn á miðsvæðinu, leggur hann út til hægri. Þetta er kannski full langt fyrir Erlu Caritas. Jelena er á undan í boltan, Jelena leggur hann tilbaka á Sigmundínu. Bjargaði þessu, Sigmundína síðan tilbaka á Friðriku. Þær hafa komið sér í vandræði með þessu spili sínu aftast. Án þess þó að Skagakonum hafi tekist að refsa þeim almennilega. Andrea fyrst í boltan og þessi fer af Lindu og út fyrir. Klara tekur kastið fyrir Skagan, finnur Bryndísi, skallar beint upp í loftið og þetta á Skaginn. Veronika snögg að kasta, Bryndís leggur á stað, Andrea vel vakandi. Kemur boltanum á Sigmundínu og ná Olivíu fyrir gefiði.
Kemur Leifbjörn. Leifbjörn stendur af sér eina tæklingu en verður að hörfa tilbaka. Elisabetu Gabriela síðan. Skipting yfir til vinstri. Óstungusending síðan inn fyrir á Loren. Loren í skotið og Linda Líf tekur frákastið en hún dæmd rangstæð. Þetta var vel varið hjá Tori og Nella en þarna náðu Þróttarar að koma sér í færi. Þetta of auðvelt. Skotið gott en ótrúleg óheppni Lindu Lífar þarna að ná ekki að setja hann inn fyrir línuna. Réttu megin við stöngina þar að segja. Skagakonur vinna boltan, síðan kemur stungusendingin ef að Bryndís upp í hægra hornið á Erlu Karitas. Erla Jelena til varnar, reynir fyrirgjöfina í varnarmann í Jelenu og hotspyrna, fyrsta hotspyrna Skagaliðsins. Það er væntanlega Fríða Halldórsdóttir sem að tekur yfirleitt hotspyrnunar þarna megin frá en taka þetta stutt. Bryndís síðan hérna með fyrirgjöfina. Andrea er þarna í baráttunni, boltinn dettur í teginn en Þróttarar ná að koma þessu frá og Linda Líf kemur og sækir hann. Þá geta Þróttarar sótt hratt eða hvað. Anita er að hægir á þeim og Fríða Halldórsdóttir er mætt til þess að koma þessu frá. Tilbaka, slökksending. Bryndís skiptir yfir á Veroníku Líf. Nú þarf að færa liðið fram að Veroníka fullværukær hérna. Og Björt við hann í boltan. Boltin færi sena yfir á Olivíu Bergá. Olivía sækir inn á miðsvæðið. Reynir að finna Lindu Líf, gengur ekki. Andrea hreinsar þetta frá. En beint á Elisabetu. Og Þróttarar geta látið boltan ganga sín á milli. Sigmundína með langan upp í vinstra hornið. Eva María er á undan Loren Wade þarna í boltan, kemur honum út fyrir. Það er komið eitt mark í viðbót í bikarleikin í Eyjum. Valskonur komnar í 4-0 og Káramenn komnir yfir 1-0 eftir 12 mínútna leik. Vantar markaskorara hjá þeim á úrslit.net en spurning hvort að við reynum að ná sambandi við okkar mann á vellinum, hvort hann geti uppfært okkur með það. Útsendari IA-TV er þar sem ánandi. Sigrún með þetta fínt spil hjá Skagaliðinu, boltinn yfir á Erlu Karitas, fullt af núna gulum treyjum í tegnum, boltinn inn á fjárstöngina en Álfhildur ekki í neinum vandræðum. Kemur sending fram Linda Líf, Andrea enn einu sinni með hana í gjörgæslu, stígur hana bara af boltanum. Farið í Andreu síðan hana eftir sendinguna. Fram komið í 1-0 í innkassudeild karla gegn Aftureldingu. Þróttarar búin að vinna boltan aftur. Spila rólega sín á milli hérna aftast. Sending upp í hornið og það er Linda Líf. Reynir fyrirgjöfina. Það er bara annað mark. Loren Wade aftur. Stakk sér þarna fram fyrir varnarmann. Sendingin upp í hornið á Lindu Líf. Sjáum þetta hér, en sjáum við hlaupið. Þarna að borga sig alltaf að sjá bolta og mann. Þarna klikkaði Andrea á því í vörninni hjá IA. Hún sá hann ekki koma og Loren Wade komið með annað mark. 2-0 fyrir Þrótt. Og nú verður róðurinn þungur fyrir Skagalið sem var þó búið að vinna sig vel inn í leikinn
komið með ágætis tök á leiknum. Töluvert af rauðu í brekkunni núna. Þróttarastúlkum vel fyllt hérna. Erla Karítas með langan bolta en þetta er beint á Elísabetu Freyju. Og þá koma Þróttarar. Áhyggju efni, bæði þessi mörk koma eftir stungusendingar og þetta eru svona grundvallar atriði sem er að klikka hjá ÍA-vörninni. Tekka nú svo sem fram að það er nú töluvert af Stefán Ómar, markaskorari Káramanna í Breiðholtinu. Björn Björnsson, okkar maður á staðnum, mun fær okkur pressaði á markmanninn og tók á honum boltan og lagði hann í netið. En þá koma Þróttarar, þetta er virkilega góður sprettur hjá Andreu Rut og hún er ennþá með boltan, komið fram hjá Evu Maríu líka núna og Eva María nærinni setur hann aftur fyrir og hotspinna. Hóta stuttu og taka það stutt. Þetta er vel gert en fín vörn þarna hjá Sigrún Evu, boltinn hátt í loft upp og Lydia Bergá kemur honum út í hornið og fyrirgjöfin. Eva María skallar frá, Bryndís framlengir. Álfhildur missir boltan hérna, Ólöf Sigríður kemur vel tilbaka. Erla Karítas núna 1 á móti 1 hérna, nei, hún er því ekki. Sendingin yfir á Veroniku ekki nógu nákvæm. Það er, ég verð að segja að það er mun meiri barátta og grimmd í Skagaliðinu núna heldur en var hérna síðasta föstudag gegn Grindavík. Ólöf missir boltan, Álfhildur tæklar hann að henni. Fríða Halldórsdóttir búin að vinna hann aftur, kemur með hann síðan inn á fjarstöngina aðeins og langt. Erla Karítas eldir. Jelena kemur þessi eins og frá í innkast. Og Anita Sól kastar inn á Kaju. Erla Karítas tilbaka á Anitu, Anita svo á Sigrún Evu. Sigrún inn á teginn, Ólöf er þar á auðum sjó, nær skallanum en hann er ekki nógu miklum krafti í hann. Og beint í fangið á Friðriku. Það var erfitt að ná krafti í þennan skalla. En hún hafði mikið meira pláss held ég heldur hún gerði sér grein fyrir hreinlega. Þetta er ágætis pressa hérna núna hjá ÍA-liðinu. Veronika pressar á Elísabetu, nær af henni boltanum, leggur hann hérna á Ólöfu Sigríði sem að missir hann undir sig. Bryndís í baráttunni, Bryndís, þetta er ekki búið, Ólöf komið með hann aftur hérna, reynir að leika hérna á Gabrielu sem að verst þessu mjög vel. Kemur sér með langan á Lindu en Andrea sem fyrr með hana í góðri gæslu. Klara Kristinsdóttir vinnur boltan, sendingi frá henni á Veronika ekki nógu góð, þá er Linda laus hérna en Andrea enn einu sinni að trufla hana. Fríða á Klöru, Klara og Linda Líf fer í hana þarna og þetta er Salomónsdómur, hún fær innkastið. Þó svo hún hefði nú snert hann síðast. Andrea og þetta er ekki góð sending hjá Lóren en þetta bjargast nú hjá þeim. Þá er það Skagakonur búin að vinna hann aftur. Ólöf dugleg hérna. Ólöf er að leita af skotfæri, hún er svolítið einmanna núna. Það er að snúa, finnur Bryndísi, nei sendingin ekki nógu góð. Þetta er vel gert
hjá Lauren Wade. Leggur hann tilbaka á Liðu Björt og hún finnur Andreu. Andrea síðan með eina fyttu á Klöru. Kemur honum á Lindu Líf. Linda kemst fram hjá Andreu. Reynir hún síðan að leggja hann fyrir tegin. Eva María er þá mætt á svæði. Klara út á Veroníku. Veroníka á Bryndísi. Bryndís tilbaka á Klöru. Klara og Ólöf. Ólöf fær hann aftur. Ólöf reynir að skipta honum yfir, gengur ekki, en Fríða Halldórsdóttir með mikið til baráttu er að koma þess á Erlu Karitas. Erla tilbaka á Anítu Sól. Aníta upp í hornið. Erla eltir. Og Sigmundína með hann núna út á Jelenu. Þá geta þeir aðeins róa sig niður. Bróttarar. Sigmundína. Staðan 2-0 hérna eftir 22 mínútur. Þróttarar hafa reynilega nýtt færin sín betur, hafa fengið betri færi þó að það sé svona jafnræði með spilamennskun út á velli. En þá eru þær með Lauren Wade sem er búin að skora 2 úr 2 færum. Linda Líf auðvitað hefði getað bætt við sínu eigin marki líka. Klara brýtur hérna af sér, aukaspyrna dæmd. Elisabeth Freyja Þorvaldsdóttir taka þessa spyrnu. Skiptir bara yfir á fyrirliðan Álfhildi sem hann leggur hann á Sigmundínu. Sigmundína segjan fram á við. En Skagakonu vinna boltan hérna af Ólafíu. En Linda Líf komið með hann hérna. Finnur Ólafíu. Hún tilbaka á Álfhildi. Álfhildi séðan upp í hægra hornið en þetta er of langt og innkast dæmt. Ólöf sterk hérna, dæmt brotleg. Byggjum unga sem aldna knattspyrna áhugamenn að hafa ekki eftir þessi orð. En þannig að hann verið reknir út af fyrir minna. Sigrún setur hann hérna upp í loftið á Fríða finnir Bryndísi en hún undir mikilli pressu. Stungusendingin fyrir frá Andreu sem að siglir aftur til Tori. Aníta finnur Erlu Jelena er að stinga sig fram fyrir hana, setja hann út fyrir. Aníta kastar hérna, Ólöf lætur hann fara, Sigmundína. Elisabeth tilbaka á Gabrielu. Gabriela. Hún á Elisabethu sem að finnur Lindu Líf sem að kemst fram fyrir Andreu og fram hjá Evu Maríu og leggur hann út í teginn og þar er dauðafæri. Ólafía Bergá sýndist mér sem að setja hann himinhátt yfir úr algjöru dauðafæri en Linda gerir þetta þarna. Sjáum að Andrea reynir nú að taka hana niður þarna. En þetta er alveg, staðan gæti hæglega verið 4-0 hérna. En það myndi kannski ekki alveg endurspegla jafnvægið í leiknum en einhvað síður færin hafa verið til staðar. Þá koma Skagakonu Bryndís, stingur upp í vinstra hornið á Veroníku Líf. Veroníka snýr á hægri fótinn, reynir að koma honum inn á teginn, finnur Bryndísi. Bryndís er hérna við vítateginn, leggur hann út á Fríðu Halldór sem að nær skotinu en þetta er oflaust. Held að það sé óhætt að segja Skagalið saknar frumufleigana frá... Nei, hér er ótrúleg mistök og Ólöf Sigríður að jafnminka munin í 2-1. Þær eru búin að vera að leika sér að eldinum hérna í þessari spilamennsku í öftustu vörn, öftustu línu. Þetta kemur einfallega bara
slök sending tilbaka frá Gabrielu. Ólöf vel vakandi, fín pressa, hún skilaði árangri þarna. 2-1 líflína og þá hún bara í boði Þróttara. Ólöf Sigríður fædd 2003. Áttum okkur á því 16 ára á þessu ári. Gríðarlega efnileg stelpa hann á ferðinni. Þá koma Þróttarar og boltinn ekki farinn, segja þær hérna. Jelena nær að halda honum inn á og vinnur síðan hornspyrnu, nei, markspyrnu. Markspyrna er dæmd. Hitt brettur hjá Jelenu hana. Það er Tori sem að spyrnir frá markinu. Boltinn upp í loftið, Erla Karítas í baráttunni, Jelena hefur betur, Jelena leggur hann tilbaka á Sigmundínu sem að þetta er ágætlega spilað út úr þessu á Þrótti. Andrea stingur einu sinni enn hérna inn á Lauren Wade sem er ekki rángstæð, hún er nær fyrir gjöfinni, þetta er ofan á markið. Það hefði nú sennilega aldrei farið inn en hún er greinilega mjög lunginni að tímasetja hlaup inn fyrir vörnina Lauren Wade. Biðjum velvirðingar á þessum pínu myndtruflunum hjá okkur hérna. Ólöf við það að vinna boltan Sigmundín, þá kemur Fríða í tæklinguna og Jelena út til vinstri, nær að koma honum á Ólífi Benná sem finnur fyrirliðan. Hún leggur hann tilbaka á Sigmundínu, mikil pressa núna, vel gert. Veronika og Veronika stígur á boltan óheppin þarna en við sjáum að pressa Skagaliðsins er að ná að skila árangri núna hérna nokkuð skipti. Linda Líf fram hjá Sigrúnu, nei, snýr við. Gert að vera mikið sterk hérna. Ólöf tilbaka, Bryndís síðan með stungusendinguna á Erlu Karítas. Erla kemst hún fram fyrir Jelenu, Jelena nær að stíga hann út eða hvað, leggur hann tilbaka og Friðrika hreinsar hann út af. Fínn kafli núna hjá IA. Fínn kafli hjá Skagaliðinu. Pressan að skila árangri, búin að skila einu marki. Þetta kastar hérna Ólöfu sem er með frábæra snúning en Sigmundína stígur hann út og skilur boltanum út fyrir og markspyrna dæmd. Slök spyrna út úr markinu hjá Friðriku. Og innkast sem að Anita Sól tekur hérna fyrir IA frá hægri. Hálftími rétt tæpur liðinn. Staðan 2-1, bráðfjörugur leikur. Bryndís fær hann hérna úr innkastinu. Jelena til varnar, leggur hann tilbaka á Anitu. Anita síðan með fyrirgjöfina, Friðrik út úr markinu og grípur hann. Friðrika spilar út úr þessu á Gabrielu, sendingin arfaslök og Nick þjálfari Þróttara ákallar drottinn. Klara finnur Veronika aftur, Veronika en þarna vantar bara Skagamenn og tegir Sigmundína, lætur hann ekki fara og hreinsar bara frá. Andrea leggur hann hérna út til vinstri á Klöru, Klara áfram á Veroniku sem heldur honum inn á Koppi einn hérna en hann telur ekki nema og haldi boltanum. Þetta er ágætlega leist hérna núna hjá Þrótturum. Andrea skiptir yfir á Ólífiu Berná, Bergá fyrirgefi, Ólífía síðan með skiptinguna aftur yfir til hægri
þar er Lauren Wade að sloppin í gegn en hún er dæmd rangstöða þessu sinni. Nó, Linda Líf ákvaða niðurlagi ekki skaðaliði með að setja boltan í netið. Heldur lyft honum af mikilli snildi í markið. Kemur spilnan frá Tori, aðeins kalla frá Bryndís í baráttunni. Lea finnur Álfhildi sem skiptir yfir á Olivíu. Jelena leggur að stað upp í hornið en Olivía leggur hann tilbaka á Sigmundínu. Sigmundína síðan á Jelenu, sendingin slökk frá henni. Fríða tilbaka á Tori. Erla Caritas missir nær ekki þessari sendingu. Boltinn út af. Olivia Bergá reynir góðan snúning þarna en mistókst. Og boltinn út fyrir Anita Sól með innkast fyrir Ía. Kemur Andrea reynir að fræðan henni gegn fyrir Lindu Líf en boltinn aftur fyrir. Já, við megum ekki gleyma því að það voru miklar breytingar á Ía-liðinu frá því á síðasta tímabili. Stóri póstar duttu út hérna yfir vetrarmánuðina. Unnur Ýr Haraldsdóttir er ekki með. Bergdís Fanney fór í val. Báðar 20 marka manneskjur á síðasta ári. Og þannig að það er skarð fyrir skildi. Hér kemur síðan sending inn fyrir á Lindu Líf Tori út á markinu. Linda er dæmd rangstað. Tori hirtan hins vegar til að vera örugg. Setjar hann hérna út á Klöru. Klara losar hann upp, komur Ólöfu. Ólöf ná miðsvæðið á Fríðu. Erfið sending en Fríða næra að halda þessu. Kemur segja með langan upp í hornið. Ætla Veroníku Líf. Gabriela er fyrir til og Þróttar að missa segjan boltan út fyrir. Klara Kristinsdóttir tekur innkastið. Efnilegur golfari. Þetta þess að vera hérna. Klara. Bryndís missir boltan. Togar síðan hérna í Álfhildi. Dæmd brotleg. Gabriela tekur þessu aukaspyrnu bara stutt. Fær hann aftur. Álfhildur. Lea býður of lengi hérna. Sigrún tekur af henni boltan. En Sigrún mikið harfylgi hérna. Nær að koma boltanum á Bryndís aftur sem að vinnur tæklinguna en brotið dæmt hérna. Sigrún sem að vann þessa aukaspyrnu. Og þá fara þær margar gular treyjurnar inn á teginn eða á teginn. Sigrún Eva með spyrnuna fastur inn að markinu og Friðrika, þetta fer beint í fangið á henni. Hann vantaði og hlaupið aðeins og eftir. Hann hefði nú ekki þurft snertingu og mikla snertingu til þess að breyta stefnuna á þessum bolta. Friðrika spillir hérna út til hægri á Elisabethu. Elisabeth tekur hann á kassan. Elisabeth skýtur hérna í fyrirliðan sinn og Bryndís nær að koma honum á Ólöfu Sigri sem að snýr í tvo heila ringi. Kemur hún síðan á Erlu Caritas sem að stendur Jelena af sér hérna. Erla Caritas reynir hérna að stinga sér inn á teginn. Jelena gerir þetta virkilega vel. Og síðan er það Olivia sem að sparkar honum í Anitu og út fyrir. 10 mínútur eftir tæpar af
venjulegu leiktíma í fyrri hálfleik. Engar tafir enn sem komið er. Og það getur enn allt gerst í þessum leik. Eins marksmunur hérna. Staðan orðin 2-0 fyrir Fram gegn Aftureldingu. Valsarar sigruðu IBVF 7-1 og Þór Káa er komin í 2-0 gegn Völsungi. Staðan ennþá 1-0 fyrir Kára í Breiðholtinu. Í neðra Breiðholti gegn ÍR í annarri deildinni. Káramenn auðvitað töpuðu illa í síðustu umferð fyrir Fjarðabyggð hérna heima. En virðast vera að ná að rífa sig upp eftir það. Tori kemur upp og með boltan út úr teignum. Tori með langana Ólöfu. Gabriel er fyrst í boltan með sendinguna tilbaka á Friðriku. Gleymið því ekki að Gabriel átti stóðsendinguna á Ólöfu hérna í marki Skagakvenna. Vek athygli á því að Skagaliðið valdi leikvöll hérna vallarhelming í fyrri hálfleik og velja þá að sækja með sólina í bakið í síðari hálfleik sem að kvöldsólin hér getur verið reynst markverði erfið hérna í síðari hálfleiknum þegar líður á kvöldið. Tekja aðstæður vel hérna heima konur. Andrea með bolta ætla, Lindu, Líf, en Andrea nær af henni boltanum. Klara lyftir hérna, ætlar að lyfta honum upp í hornið á Veroníku en skalla frá að Elisabethu Freyju. Bryndís býður sig, fær hann ekki boltin upp í hornið á Veroníku Líf. Það er kljást þarna hún og Elisabeth. Ólöf við það að vinna boltan, hún gerir það. Leggur hann tilbaka á Bryndísi. Bryndísi langaði að skjóta, hafði ekki skotfærið. Fríða síðan í skotið en það er aftur oflaust. Og Friðrika ekki í neinu vandræði með þetta. Kastar hann út á Jelenu. Jelena ber boltan upp. Olivia yfir á Elisabethu. Elisabeth á Leu, finnur, þetta er vel spilað. Andrea síðan upp í hornið á Leu. Lea kemur honum inn fyrir Klöru. Klara gerir þetta virkilega vel. Vinnur af henni boltan löglega og innkast. Allir varamenn í að hitta upp. Eða halda sér hittum hérna. Boltinn tilbaka á Elisabethu, hún nær síðan sendingun inn á tegin en beint í fangið á Tori. Tori spyrnir langt frá marki sínu hérna. Erla Karitas í baráttu með Jelenu. Jelena hefur betur. Álfhildur skiptir yfir á Leu. Lea reynir stungusendinguna. Líf enn í gæslu Andreu. Andrea kemur boltanum út fyrir. Lea á Andreu. Andrea reynir að komast frá hjá Fríðu, gengur ekki en heldur þó boltanum. Olivia. Skagakonur ná að hreinsa þetta frá. Mjög áþekk lið í aldurssamsetningu. Meðalaldur ÍA byrjunarliðsins hjá ÍA 20,4 ár, 20,5 ári á Þrótti. Varamennirnir 19,1 á móti 19,4.
Þetta eru unglið, bæði tvö. Gabriela undir pressu frá Ólöfu. Heppin hérna, Elisabeth á Lindu Líf. Linda tekur hann niður, nær að snúa. En Andrea þvælist fyrir, gerir það vel og Linda endar á að setja hann bara til Tori. Kemur langur bolti en þetta er beint á Sigmundínu. Sigmundína fram á við en Fríða tekur annan boltan. Leggur hann á Anitu. Anita reynir að finna Erlu Caritas. Jelena gerir þetta virkilega vel, kemst fram fyrir hana. Jelena eina af þessum 2003 módulum hérna. Það eru nokkur. Hér Gabriela missi boltan langt frá sig. Sigrún vita hann á boltanum af henni. Andrea yfir á Olivia. Olivia síðan með stungusendinguna hérna á Lindu Líf. Linda Líf, hún er á leiðinni frá markinu, nær þó að komast í boltan. Setur hann fyrir en í Andreu og aftur fyrir. Já, hún kom sér í þröngt færi hérna. Jelena og Andrea Rauðbáðar í þróttaliðinu, fæddar 2003. Skagaliðinu, Ólöf Sigríður, númer, já, í 2003 mótili líka. Það eru 3 ár hérna. En svo má ekki gleyma því að Skagaliðið er með eina 2005 mótili á bekknum. Ylvi Laxdal. Sem skoraði sitt fyrsta meistaraflokksmark í beinni útsendingu hjá okkur í vetur. En hérna takkar þetta stutt boltinn inn á fjárstöngin á Gabriela í dauðafæri. En setur boltan vel yfir. Og hér liggur Olivia Berg á. Eftir viðskipti sín við, ég sá nú ekki hver það var sem var að pressa þarna á stutta horni hjá þeim. En hún er staðin á fætur en skynsamlega gert, hindraði það að Skagaliðið gæti farið í hraðasókn. Tori með svona óþolinmóðan bolta þarna yfir á Klöru, ekki nógu góð sending, boltinn út fyrir. Elisabeth á Andreu. Það er hann aftur, leggur á stað. Skagakonu vinna boltan, Bryndís gerir það. Veronika Ólöf með skiptingunni yfir á Erlu Caritas. Erla Caritas hérna þarf að hægja á sér hérna og nær ekki að komast í gegnum þröngina. En Skagakonu búin að vinna boltan aftur en missa hann aftur. Sigmundína kemur með boltan út úr vörninni. Reynir að finna Loren, tekst ekki. Skagakonur búin að finna svona ákveðin svör við hennar ógnun, allavega í bili. Vel gett hérna Klara, tækla boltan af Olivia Berg á. Klara síðan lyftur hún honum hérna í áttina Erlu Caritas sem að kemst inn fyrir Gabrielu. Hún er komin inn á teginn, nær að snúa, leggur hann tilbaka á Veroniku Líf. Einungis 2 gular treyjur í tegnum. Kemur fyrir gjöfinn og Jelena tekur hann á kassan og upp í loftið síðan og þá kemur Fríða Halldórsdóttir, reynir skotið. Boltinn er ekki farinn og hér er eitthvað, hér liggur álfildur fyrirliði Þróttara og virðist sárkvalinn. Er það höfuðhögg? Þetta lítur ekki vel út svona við fyrstu sýn. Sá ekki hvað það var sem að gerðist, hvort hún lenti í samstuði eða hvort að boltinn hafði viðkomið í höfðinu á henni eða andlitinu. Ekki gott að segja, en boltinn fór aftur fyrir síðan, þannig að Skagakonur ættu að eiga hornspyrnu þegar þessari rekistefnu er lokið.
Kannski notum við tækifærið og förum yfir stöðu leikja. Í Keflavík í innkassudeild karla staðan orðin 1-1 hjá Keflavík og Gróttu. En staðan óbreytt í öðrum leikjum, ennþá 0-0 og 0-0 í hálfleik hjá Leikni Reykjavík og Víking Ólafsvík. Fram 2-0 yfir gegn Aftureldingu í innkassuddeildinni. Eins og áður sagt, þá sigruðu Valskonur IBVF mjög örugglega í Mjólkurbikarnum þar. Og þar sem að meðal annars Guðrún Karítas Sigurðardóttir skoraði 2 mörk, Bergdís Fanney Einarsdóttir skoraði 7. mark Valskvenna og Hallbera Gunni Gísladóttir og Margrét Lára með 2 mörk og Fanndís Friðriksdóttir það fyrsta. Mikil skagastemming á Valsliðinu í kvöld. Gaman að sjá Bergdís Fanney að fá tækifæri og nær að setja mark sitt á leikinn. En ég nú bara að velta fyrir mér hvort að það sé ekki stattir hérna börupiltar á leiknum. Enginn sjúkrabíllinn allavega. Þeir hefðu verið hérna áðan. Men með sjúkrabörur allavega það nú svona, en hún staðin á fætur eða ekki staðin á fætur, hún að reisa sig við hérna. Álfhildur, hvað það sem hrjáir hana. Þetta ágætt að sjá hana standa á fætur hérna, en hún heldur höfuð sér, þannig að þetta höfuðmeiðsli. Og ég nokkuð vissum að hún ekki að fara að ljúka þessum leik. Álfhildur, fyrirliði Þróttara. Og það hornspyrnan allavega eftir. Leiktíminn var ekki liðinn. Venjulegur leiktími. Sigrún með hornspyrnuna inn á nærstöngina í hliðanetti vinstra hérna nær. Ekki nógu góð spyrna. En þá verið að huga að Álfhildi. Eflaust flautar hann leikinn af fljótlega. Boltinn hættulegt upp. Sigrún vinnur skallan. Vinnur síðan þriðja boltan. Leggur hann tilbaka á Klöru. Klara fram á við. Ólöf reynir að ná í þennan. Jelena á undan. Bryndís setur hann út á Veronika og Elisabeth pressar vel á hana og innkast. Eysteinn dómari fann að líta á klukku sína en sending kast hérna inn fyrir á Ólöfu. Togaði hana en innkast eingöngu dæmt. Og finnum við. Það hornspyrna. Sigrún aftur ofinnalega og þá flautað til hálfleiks. Staðan 2-1 í bara bráðfjörum fyrri hálfleik hérna. Kannski fáum að sjá mörkin hér áður en að við förum í hlé. Andrea með frábæra sendingu, gott hlaup þarna hjá Lauren Wade og hún hefur allan tíman sem hún þarf til þess að leggja hann hérna með vinstri fram hjá Tori. Og síðan átti Lauren Wade eftir að bæta við sér marki, sending upp í hornið á Lindu Líf sem að nær fyrirgjöfinni og Wade með frábært hlaup hérna fram fyrir Evu Maríu
sem að sér hann ekki koma. En Ólöf Sigríður minnkaði síðan muninn. Gabriela með hrikalega sendingu tilbaka á Freyriku. Misheppnaðist alvarlega, þær voru að koma sér í þessi vandræði í upphafi leiks. En við munum taka okkur hlé líkt og leikmenn og aðrir starfsmenn leiksins og koma aftur hérna með síðara hálfleikinn eftir cirka 15 mínútur. Farið ekki langt.
Já, velkomin aftur til okkar hérna á IA-TV á Norðurálsvellinum. Framöndan síðari hálfleikur í þessum fjörugaleik. Hálfleiksuppfærsla úr Breiðholtinu. Okkar maður á staðnum, Björn Tór Björnsson, segir okkur að þetta sé allt annað Káralið sem mætt til leiks gegn IR heldur en var gegn Fjarðabyggð í síðustu helgi. Komnir í kunnulega kerfi og hafa verið sterkari aðilinn í þessum fyrri hálfleik en staðan þar 1-0 í hálfleik. Staðan hér í hálfleik 2-1. Við biðjumst velvirðingar á myndtruflunum sem eru hérna að gera okkur lífið leitt og hljóðtruflunum jafnvel líka, en eins og ég segi, við erum að skríða út úr tæknilegum örðuleikum undanfarinna daga og vonum að við finnum út úr þeim sem allra fyrst. Íringar, en leikurinn er hafinn í Breiðholtinu. IR byrjar seinni hálfleikinn af krafti, segir okkar maður Gunnar Bragi með sturlaða vörslu, svo ég bara vitni beint í hann. Og svo strax í næstu sókn og jafna Íringar 1-1, en hér er skipting hjá Þrótturum. Væntanlega er Álfhildur Rósa að fara að velli og hennar í stað kemur Guðfinna Kristín Björnsdóttir. Við óskum að sjálfsögðu Álfhildi góðs bata og vonum að þetta sé ekki alvarlegt. Hún verði ekki lengi að ná sér eftir þessi meiðsli sín, en leikurinn kominn í gang. Og við sjáum að Guðfinna kemur bara í stöðu hérna úti vinstra megin. En eins og ég segi, þetta flögt er jafnperjandi fyrir okkur og ykkur, ekki meira. Þannig við finnum eitthvað til því, en þennan bolta eiga Þróttarar. Búið að dæma það. Það er forvitinlegt að sjá hvernig síðari hálfleikurinn verður. Baráttan í Skagaliðinu var til mikilla fyrirmyndar hérna í fyrri hálfleiknum á stórum köflum og pressaði þeirra, skilaði þeim góðum árangri. Anita inn á miðsvæðið, en Andrea kemur honum hérna út á Leifubjörn sem er hérna út í vinstra megin núna. Lea snýr á Sigrúnu, finnur Andrea aftur. Andrea leggur á stað. Andrea nálgast vörðina, finnur Lauren Wade sem er dæmd rangstæð réttilega, held ég. Já. Og, nei, annars hún verður ósjöndi bökkunni á þau. Já, hún fyrir svo mjög skrítið. og Tori kemur út úr tegnum til þess að taka þetta. Ólöf í baráttu við Jelena, setur pressa á hana og Þróttar að vinna boltan. Lear er að koma boltanum fram hjá Anitu Sól, en Sigrún hreinsar þetta upp, kemur honum á Ólöfu. Ólöf snýr, Jelena gefur sér ekki með þetta, hirðir hann í boltan. En Skagakonur búin að vinna boltan aftur. Fríða skiptir yfir til vinstri, það er Klara Kristinsdóttir með smá pláss til að hlaupa. Leggur hann út til vinstri á Veroníku, Veroníka setur hann á hægri og aftur yfir á vinstri, reynir að komast fram hjá Elisabetu, tekst ekki. Leggur hann síðan tilbaka á Klöru sem kemur honum inn á teginn. Olivia hreinsar þetta frá. Veroníka með fína pressu við það ná boltanum. Fríða gerir það hér. Fríða komin upp að endamörkum og vinnur hornspyrnu fyrir Skagalið. Hótaðir stuttu, en það er Veroníka Líf núna sem að tekur spyrnuna inn á markteginn og það er Elisabeth Sýnismið sem hann er að skalla þetta frá og svo hreinsaði þetta frá. Klara setur hann tilbaka en út fyrir
Já, Íringar jöfnu snemma í síðar áleiknum 50. mínútu gegn Kára. Þór Káa 5-0 yfir gegn Völsungi í Mjólkurbikar kvenna og Leiknir Reykjavík komin yfir gegn Víking Ólafsvík sem hafa farið vel á stað þetta sumarið. En Þróttarar hér að sækja Andrea og Lindu. Eva María gerir þetta virkilega vel. Linda brýtur síðan á henni. Anita sendir hann tilbaka á Tori. Tori skiptir út til vinstri, þar er Klara, tekur hann niður, finnur Veroníku Líf, Veroníka með frábæra hreyfingu hérna, kemst fram mjög Elisabethu, reynir síðan að finna Ólöfu, gerir það nú með viðkomu í Gabrielu, Ólöf nær að snúa, lítur inn á teginn, kemur síðan með hann niðri, Sigmundína hreinsar hann frá, Klara vinnur hann tilbaka, kemur síðan hérna, reynir að koma honum inn á teginn, Bryndís er á undan Friðriku í boltan eða hvað, nei, dómarinn dæmir að hún hafi sparkað honum úr höndunum á henni, eflaust, nokkuð til síns máls þarna, en fín sending þarna inn fyrir og góð pressa hjá Bryndísi. Og Friðrika með spyrnuna frá Olivia skiptir hérna yfir Sigmundína, síðan lengir hann á Leu Björt, slök sending frá henni. Ólöf kemur á móti boltanum og kemur honum fram hjá Sigmundínu og leggur á stað hérna upp hægra megin, reynir að koma honum inn á teginn, Veroníka Líf er aðeins of aftarlega eða sendingin og framarlega eða bæði hreinlega og Friðrika hirðir hann upp. Hún leggur hann síðan niður, það mættir vera meira vakandi fyrir þessu og hún gerir þetta iðulega. Kemur honum á Leu sem að leggur hann tilbaka á Jelena. Olivia, slök sending frá henni. Bryndís, sér Erlu Karitas hérna upp í horninu. Það er ekki komin á hana eins og það, Sigmundína. Anita Sól kemst í þennan og Fríða losar hann fram á við. Olivia tekur hann niður, finnur Leu. Hún snýr tilbaka á Sigmundínu. Sigmundína yfir á Elisabeth. Kemur með hann inn á völlin aftur, finnur Lauren Wade sem að leggur hann tilbaka á Andreu en Skagakonu koma þessu frá. Og innkast. Lauren Wade fær hann hérna úr kastinu, setur hann aftur á Elisabethu sem missir hann nú lítið frá sér, næra halda honum enga síður. Leggur að stað, sendingin frá henni, ekki nógu góð. Á Guðfinnu varamanninn sem er núna hægra megin. Lea sem var á hægri kantinum í fyrri hálfleik, komin yfir til vinstri. Anita vinnur þennan bolta, reynir að finna Bryndísi, gengur ekki Olivia, fær hann aftur hérna frá frá Guðfinnu, Lea fær hann út hérna til vinstri, leitar aftur inn á mig, svo er Anita Sól, brýtur á henni. Engin fleiri brot á Anitu, segir Eysteinn. Olivia tekur þetta stutt út á Jelenu, fær hann aftur, leggur hann sér tilbaka á Sigmundína, stingur upp í hornið á Leu og Eva María kemur honum út fyrir.
Og hornspyrna sem að Þróttarar taka, það eiga nú til að taka það stutt, gera það. Það var einmitt vel gert hjá Sigrúnu, vinnur boltan. Ná ekki að gera sér matur þessum hornspyrnum, þessum stuttu hornspyrnum. Með hávaxna manneskjur á borðið Gabrielu inn á teignum, skrítið að þeir skuli ekki prófa að taka það langt. Andrea nær ekki að halda þessum inn á. Og markspyrna frá marki Ía út til vinstri á Klöru. Þar á Fríðu, Fríða snýr, skiptir síðan langt hérna yfir til hægri. Þar eru bæði Ólöf og Erla Karítas en Jelena er að líka kemur þessu frá eina móti tveimur hérna. Erla tilbaka á Anítu. Aníta síðan inn á teiginn. Þetta er sett frá Fríða, nær að taka niður. Sigrún vinnur síðan hérna frákastið upp í hornið á Erlu Karítas. Kaja komin inn á teiginn núna hérna og vinnur hornspyrnu. Ágætis kafli núna hjá Skagakonum. Væri ljúft að jafna þetta svona sem fyrst, hleypa þessum leik gjörsamlega upp. Taka þetta stutt, Fríða síðan með boltan inn á teiginn. Eva María í baráttunni, boltinn hátt í loft upp, Sigrún skallar hann áleiðis að markinu, Sigmundína síðan hérna. Þetta er mikill darradans og Fríða síðan í skotið og í sláning! Fríða Halldórsdóttir með frábært mark fyrir Ía. Þetta myndi á Bergdísi Fanneyju. Tók hann á lofti hérna eftir mikið vandræðagangi á Þrótturum að reyna að koma honum frá, gekk ekki. Það er Sigmundína sem skallar hann hérna upp í loftið og síðan Elisabeth sem að skallar hann beint á hann og í slána á niður. Frábært jöfnunarmark og staðan er 2-2 og það er að verða lenska hjá mér að óska eftir marki og fá þau hérna. Ég veit kannski að gera meira af þessu. En 2-2 og þessi leikur gjörsamlega komin á upphafsreit hérna. Og nú getur sannarlega allt gerst. Nóg eftir 24 mínútur, 34 mínútur eftir. Og hér er pressað á Friðriku sem að losar hann upp hægra megin. Fríða, þetta var örugglega hennar þriðja tilraun í dag og loksins náðum kraftinum sem að þurfti. En þá koma Þróttarar, Lea reynir að koma boltanum inn á Loren, gengur ekki. Binda Líf, nær að snúa hérna, setur hann nú til hægri. Það er Guðfinna, varamaðurinn. Það er ætla sér að svara þessu strax, klara til varnar og kemur þessu á endanum út fyrir. Innkast sem að Þróttar eiga, það er ætla að reyna að svara þessu strax. Það er erfitt andlega að vera komin 2 mörkum yfir og missa það niður. Og hér vinna Þróttarar hornspyrnu. Þá taka þetta langt á þessu sinni, sýnist mér. Kemur boltinn inn á teiginn, Sigrún skalla frá, Erla Karítas framlengir. Og Ólöf í baráttunni hérna við Guðfinnu, en boltinn út fyrir. Skagakonur þurfa að standa af sér þetta áhlaup hérna. Mínúturnar eftir að hafa skorað eru oft erfiðar. Erfitt að halda fókus. Veronika kemst hérna inn í sendingu, Sigrún síðan stingur hérna fram á Ólöf Sigríður að sleppa í gegn. Jelena í baráttunni, Jelena búin að eiga virkilega góðan leik hérna í dag. Stoppar þetta.
En Ólöf Sigríður hérna við það að komast í gegn. Fríða reynir að finna Erlu Karitas. Erla Karitas fær svo hérna boltan frá Bryndísi, missir hann. Og koma Þróttarar, vel gert hjá Loren hérna. Loren leitar yfir til vinstri, finnur Leu. Lea, Anita hreinsar frá. En Þróttarar halda boltanum. Sigmundína. Þeir hugtak ársins á Akranesi, Shape. Mann að heyra. Og þessi sending ratar bara í lúkurnar á Tori Ornella. Jelena skallar þetta frá. Þetta á Leu. Lean er að snúa. Veronika sækir að henni. Rekur hann tilbaka. Inn í Sigmundínu. Sigmundína á Gabrielu og Gabriela aftur á Sigmundínu. Þær eru ansi kaldar oft hérna. Aftast að línan hjá Þrótti. Við þurfum að finna annað outlet, það þýðir ekki alltaf að finna þessa stutt. Og enn á henni Jelena komast hérna fram fyrir sóknarmanninn. Sending upp í hornið, Loren eltir Evu Maríu sem að leggur hann tilbaka á Tori sem að næra að spilna frá en á beint á Sigrúnu. Anita Sól síðan sendir á Móterja. Andrea reynir að pota hann hérna upp í hornið, gengur ekki. Sigrún losar hann svo til hliðar og út af. Þá er skipting hjá Þrótturum. Inn á er að koma leikmaður númer 32. Nei, þetta var eitthvað false alarm. Það voru einhver misskilningur. Misvísandi skilaboð sem að barust á bekkinn, sýndist mér. Nick hélt að Olivia Bargá væri meidd, en hér kemur Andrea með skotið í varnarmann og Tori, hún er að halda þessu inn á, vel gert. Við sjáum hérna væri gaman að sjá á hérna nærmynd af Friðriku, markverði Þróttara. Hérna kemur hún út úr teiknum, þarf að fara inn í hann aftur. Þegar hún er að standa hérna aftast og horfa á leikinn, þá þarf hún að bera hendi fyrir höfuð sér til að sjá eitthvað fyrir sólinni. En vel gert hérna, Anita setur pressu og Sigrún vinnur boltan. Veronika er að kloppa Sigmundínu hérna en enn og aftur náum við ekki að fá kloppan skráðan. Veronika ætlar að taka þetta snöggt en hættir við og Anita Sól mætir á svæðið. Og það er núna er skipting og Nick sagði definitely. Það er skiptingin sem að þeir hættu við áðan. Olivia Bargá að fara að velli og inn á kemur leikmaður númer 32 sem ég held að sé Signý Rós Ólafsdóttir. Það er engin leikmaður, nei, Mist Funadóttir fyrirgefi. Mist Funadóttir er að koma, þarna kemur enn einn 2003 mótilið. Anita kastar þessu inn á Veroniku. Veronika reynir að snúa Sigmundínu, gengur ekki og Sigmundína vinnur innkast. Engar skiptingar komnar hjá skagaliðinu enn sem komið er.
Þær eru með Ylvi Laxdal, Róbertu Lilju, Maríu Björk, Söndru Ósk, Karinni Þórisdóttur og Dagný Halldórsdóttir á bekknum, auk varamarkmannsins Dagnýjar. Ólöf Sigríður að komast hérna í skotfæri og skot í varnarmann. En auðvelt fyrir Friðriku að grípa þetta. Friðrika kastar út á Gabriela. Síðan með langan fram, Andrea skallar það frá, beint á Fríðu. Fríða út til vinstri á Klöru, hún með losaran langt yfir til hægri. Þar mist í vinstri bakvörðunum. Góð pressa hjá Bryndísi, Ólöf reynir að senda aftur yfir á Bryndísi kom einu á móti Friðrik og hún flöggur rángstæð. Ránglega ætla ég að leyfa mér að segja núna frá mínu sjónarhorni allavega. Við sjáum þetta kannski aftur hérna. Sjáum staðsetninguna á Bryndísi. Já, þetta tæft. Þetta mjög tæft. En ég ætla að vona aðstoðardómarans vegna að hann hafi haft rétt fyrir sér hérna. En að sjálfsögðu vonlaust fyrir okkur að sjá það nákvæmlega í þeim sjónarhornum sem við erum. En hérna Skagakonur hársbreitt frá því að komast yfir í leiknum eftir að hafa lent 2-0 undir. Andrea neglir þessu í Klöru og út af. Linda tilbaka á Guðfinnu, það var Elisabeth, Ólöf hérna í baráttunni við Gabrielu, heldur boltanum, kemur honum yfir í áttina Veronika nær til hans, en sendingin ekki góð. Sigmundína les þetta og sendir hann hérna út á mist. Hérna miðla, já, Jelena komin inn á miðsvæðið í stöðuna hennar. Hér eitthvað að gerast. Lauren Wade með fyrirgjöfina, Andrea fyrir og setur hann aftur fyrir. Ég get sagt ykkur það er ómögulegt að segja hvort liðið kemur til með að skora markið sem þarf. Bæði lið alveg líkleg. Jelena færir sig úr vinstri bakverðinum í stöðun hennar Ólafíu á miðjuna. Og það er Andrea sem tekur þessa hotspinnu og Fríða skallar frá á næstönginni. Andrea fær hann aftur út í hotnið og Fríða til varnar, gerir þetta vel og Skaga, þetta er dæmt hotn. Og núna Þróttarar sem er að halda upp í pressu. Andrea með hann út í teig núna, það er Andrea núna sem að skallar þetta út úr teignum og út af hinum megin og innkast. Elisabeth mætir á svæðið, kastar inn á Lauren, fær hann aftur, síðan kemur fyrirgjöfin, Linda var hérna í áhlaupinu. Skagakonur koma þessu frá, mist, setur hann aftur inn í svæðið á Lindu sem er að ná að snúa af sér Evu-María eða hvað. Ekki dæmt, þær kljáðust þarna töluvert. Hverju aðra sýndist mér nú. En eingöngu innkast dæmt. Mist tekur það, kastar inn á Andreu og Erla Karitas gefur enn eitt hotnið. Og henn er það Andrea sem að kemur með hann hérna djúpt í teginn, Jelena í skallan en beint í fangið á Tori og Tori neglur honum fram. Ólöf Sigríður leggur af stað, hún er eina á móti mist hérna. Ólöf gerir þetta virkilega vel, er að komast hérna inn fyrir mist
hangir í henni og það er gult spjald á Mist. Nokkuð heppin að hún Lea var komin hérna með henni því að varnarmaður fyrir innan gerir það að verkum að spjaldi verður bara gult. Og það er Ólöf sem ætlar að taka þetta sjálf, sýnist mér. Aukaspyrna á fínum stað. Þriggja manna varnarveggur. Þetta er skotfæri, fínasta skotfæri. Það væri agalega fínt að fá mark hérna. 20 mínútur rétt rúmar eftir. Ólöf Sigríður koma þessu yfir vegginn eða fram hjá honum og hitta ramman. Gerir það og frábæla var í á Friðriku. Varði þetta vel frá markinu eins og við heyrum Helenu segja hérna. Og þá koma Þróttarar. Og það er Skaginn sem á þetta engast. Það er spurning hvort við fáum að sjá aukaspyrnuna aftur hérna. Þetta er virkilega vel varið, þetta er í vegghornið. Slær hann vel út frá hættusvæðinu. Bryndís í baráttunni hérna, gengur ekki. Ólöf kemur tilbaka, fín pressa hjá henni, síðan skipting yfir til vinstri, Erla Karítas. Og hún dæmt brotleg. Elisabeth Freyja fellur við. Elisabeth staðinn á fætur, en aukaspyrna. Skalið ofalega hérna. Við erum að sjá það að þær vilja spila frá markinu. Allavega, Friðrika er ekki mikið verið að spilna langt. Bryndís með góða sendingu hérna, Erla Karítas. Finnur ekki samherja. Klara kemur þá með boltan hérna inn á teiginn, en Friðrika út á markinu og handsamar hann. Korter eftir. Staðan er þá 1-1 í Breiðholtinu. Já, okkar mönnum í Kára. Slökkspyrna frá Friðriku. Veronika í baráttinu. Ólöf Sigríður, hún er fyrir innan. Þetta er og réttilega dæmd rangstað þarna. Mér sýndist Veronika vera svo sem að potaði í boltan þarna. Ég held að þetta hafi verið rétt. En Ólöf minnir á sig, hættuleg. Leiknir Reykjavík að vinna Víking Ólafsvík 2-0 í innkassudeild karla. Sem og Fram að vinna afturreitingu 3-1, staðan en þá 1-1 hjá Keflavík og Gróttu. Kemur löng sending fram, Tori út úr markinu, algjörlega hættulaust. Kannski gaman að skjóta því að líka. Í fjórðu deild karla A-riðli er Mítas að spila við Ísbjörnin og þar er staðan 0-0 í hálfleik. Þróttarar klemma hérna Fríðu og aukaspyrna dæmd. Já, þetta verða spennandi lokamínútur hérna. 73 mínútur liðnar. 17 mínútur eftir. Það verður spilað til þrautar hérna í kvöld. Hér kemur sendingin fyrir Ólöf eftir. Ólöf í skotið! En hún heitir ekki markið. Og hotspyrna dæmd. Skot í varnarmann hérna. Sjáum þetta hérna. Hún kemst í ágæti skotfæri, en ég er ekki viss að sé henni snerting. En hún biður það og fær. Þeir fiskast að róa, það er svoleiðis. Og þá er það Bryndís og Fríða. Mist ein til varnar. Bryndís tekur það langt beint á Andreu. Hún rétt svo missir á honum hérna.
Þrótturum gengur illa að hreinsa. Eva María Jónsdóttir skorar og kemur í 3-2. Þvílík endurkoma sem er að eiga sér stað hérna. Ég verð að viðurkenna, mér leist ekkert á þær þegar þær voru komnar 2-0 undir. En þær hafa aldeilis sýnt karakter hérna og Eva María sem að skora nú ekki á hverjum degi. Frábært skot, óverjandi fyrir Friðriku. Aftur gengur Þrótturum illa að hreinsa eftir fast leikatriði. Og Skagakonur virkilega áræðnar að gera sér mat úr því. Setja pressu, halda pressu. Frábær endurkoma og nú reynir á Þróttara. En það er ennþá nóg eftir þessu leik. Gleymum því ekki. Kemur Andrea, kemst fram með Anitu. Anita var búin að fá aðvörun og fær guldspjald fyrir peysutók hérna. Þrjú mörk hérna úr 3 áttum hjá IA. Gabriela rekin inn á teginn hjá Þrótturum. Andrea kemur þessu inn á teginn. Tori út úr markinu, kýlir hann frá, lendir í samstuði en stendur á fætur jafnar hann. Sigmundína reynir að koma honum upp á hornið á Elisabetu en Ólöf Sigríður tekur hann niður. Reynir að snúa, nær að snúa mist, skiptir síðan yfir til hægri, þessu er vinnalega fyrir Erlu Karitas. Friðrika vel með á nótunum hann. Friðrika, nú spyrnur hún langt. Eva María hreinsar frá Jelena. Kemur boltanum á Lea á Andreu. Andrea leggur af stað, Anita krafsar í boltan. Þetta nú tókað í treyjunni og Andreu ekki dæmt. Ólöf Sigríður er að sleppa henni gegn. Ólöf Sigríður, Gabriela tókar í hana en skotið. Gabriela náði að koma henni úr jafnvægi. Þannig að hún hafði ekki jafnvægi í skotið. Sjáum þetta hérna, bara leið 1. Beint inn fyrir. Gabriela gerir nóg til þess að trufla hana. En Skagakonur ekki tættar hérna. Veronika með skotið og Friðrika verður þetta frábærlega en dæmt rangstaða á Veroniku hlýtur að vera. Sjáum þetta aftur hérna. Ég veit ekki á hvað. Ég verð að viðurkenna það. En svona er þetta. Skagakonur búin að vera virkilega góðar eftir að lentu hérna 2-0 undir og hafa verið betri aðilin í síðan hálfleik en við skulum ekki gleyma því að Þróttarar hefðu ef allt væri eðlilegt að átt að skora 4 mörk áður en að Skagaliðið skoraði nokkuð. Enn og aftur biðustu velveringar á þessum ekki sjóntruflunum en hérna myndtruflunum. Og koma Þróttarar Andrea. Sigrún eftir, Andrea reynir að koma inn á teginn og hér vilja Þróttarar fá hendi, það hefði verið mjög grófdómur. Andrea nálgast endamörkin og Anita kemst fyrir og hornspyrna. 13 mínútur eftir. Þessi inn á Martein á fjárstöngina. Veronika fleytir honum áfram út úr teignum. Gabriela eldir undir mikilli pressu frá Klöru. Finnur ekki samherja. Fríða. Langur bolti. Ólöf leggur á stað. Ólöf er á fleygiferð hérna en Friðrika út úr markinu. Og losar hann upp. En Veronika skilur hann tilbaka á Sigmundínu. Jelena. Finnur. Loren, Wade,
sem að skilur honum út til vinstri á Andreu en hún misreiknar hann aðeins og boltinn út af. Já, hérna reyfum það upp að Skagalið, kallalið, datt út úr bikarkeppninni í gær gegn FH í fjörugum leik. 2-1. Eva María misreiknar hann aðeins hérna en þetta er hættulaust. Linda Líf sem átti mjög góða spretti hérna í fyrri hálfleik hefur ekki náð að fylgja því eftir í síðara hálfleik öflust. Hún hefur verið vel stoppuð af Andreu sérstaklega. Mist skallar þetta frá Sigrún. Sigrún síðan losar upp í hægra hornið. Sér erfið fyrir Erlu Karítas en hún nær að halda honum inni. Og Mist kemur þessu síðan frá. Anita kemur og tekur innkastið. Bryndís fær hann hérna upp í horninu. Anita kemur og reynir fyrirgjöfina, gengur ekki. Og markspyrna dæmd. Skagalið pressar ennþá. Er ekki hrifnar að því að spila þessu langt. En Friðrika gerir það nú samt hér. Ágætis sending hjá henni á Andreu sem að fær boltan í hendina. 10 mínútur eftir. Spurning hvort að Skagalið er að finna taktinn sem að þær þurftu að finna. Verið svona ákveðin deyfð yfir þeim undanfarið. 0-0 jafntefli hérna gegn Grindavík í síðustu umferð í inkasso-deildinni. Hérna boltinn siglir inn á Martein og í fangi á Friðriku. Það vantaði lítið upp á að Skagakonur næða snertan nóg til þess að koma honum fram hjá henni. En Skagakonur búin að vinna hann aftur. Fríða Halldórsdóttir hérna á ferðinu upp vinstri kantinn. Reynir fyrirgjöfina en þetta reynist verða skot sem að fer yfir markið eða ofan á markið. Það sér aðeins og hálf fyrir Fríðu. Linda reynir að stinga inn á Lauren Wade sem að er stígin út af og hindruð af Evu Maríu þannig að Torín er að hreinsa þetta frá. Sigrún losar þetta fram, Gabriela skallar frá. Kemst Linda í boltan. Linda Líf sér Andreu hérna, hún var með auðum sjó hérna úti vinstra megin. Erla Karítas í baráttunni við Jelenu. Jelena með góðan snúning. Jelena finnur síðan hérna Legu sem að finnur Andreu sem er tölvöld laus hérna vinstra megin. Anita sterk og boltinn út fyrir og hann farin út fyrir áður en að hún náði skotinni að markinu. Og markspyrna dæmd. Tóri rekin áfram af Eysteini dómara. Fín spyrna frá henni. Bryndís í baráttunni Jelena. Jelena virkilega sterk hérna. Skiptir engum máli hvar hún er að spila. Vinstri bak eða miðju. Eva María kemur þessu á Anitu. Anita tæpa sendingu en það reddaðist nú. Fríða nær að snúa. Setur hann út til vinstri. Þar er Veronika. Missir hann frá sér. Nær að halda honum þó. En missir hann aftur. Elisabeth ber hann þá hérna út til hægri og Veronika stoppar og lokar á hana. Þá er Róberta Lilja Ísólfsdóttir sýnist mér verið að gera sér tilbúna hérna á Skagabekknum. Linda Líf brýtur á Andreu og þá er skipting. Róberta Lilja, Erla Karítas af velli. Fínn leikur hjá Kæju í dag. Róberta Lilja kemur í hennar stað.
Já, henni fagnað þegar hún kemur á bekkinn. Róberta kemur bara í hennar stað út í hægra megin. Þessi sending siglir bara aftur fyrir vörnina. Gabriela. Langan bolta hérna fram. Fríða dettur hann. En mikil barátta hérna. Klara Kristins missir hann. Það koma Þróttarar. Jelena finnur Loren síðan upp í vinstra hornið á Andreu. Andrea búin að vera töluvert í boltanum hérna. Anita í baráttunum en Andrea nær skotinu en Tori var í vandræðum með þennan bolta. En náða haldunum. Mikilvægt. Linda Líf var klár að taka frákastið. Veronika kemur með langan bolta inn fyrir Sigmundína, nær að stoppa. Eva reynsir þetta frá, Bryndís nær að snúa. Bryndís reyn af miskilningum milli hennar og Ólafar þarna. Lea á Elisabetu, hún á Gabrielu. Leggur hann tilbaka á Friðriku. Fimm mínútur eftir af venjulegum leiktíma. Skagakonur eru með þennan leik í sínum höndum. Þessu staðan núna bara að halda þetta út. Ágætlega spila hjá Þrótti þangað til að missa boltan en við komum með hann aftur Sigmundína með langan fram. Sigrún nær að halda Leu fyrir aftan sig þarna og Lea brýtur á henni. Það er skipting hjá Þrótti. Ester Lilja Harðardóttir. Og að velli kemur Lea Björk Kristjánsdóttir, númer 17. Ester Lilja fædd 99, tvítug á þessu ári. Tekur stúkan við sér, eins og við heyrum hérna. Anita meðan langan inn á teginn. Gabriela skallar frá. Ester Lilja reynir að framlengja þetta. Síðan er Fríða með skot af löngufæri. En sólin ekki nógu sterk akkurat í augnablikinu til þess að þetta yrði hættulegt. Friðrika spyrnir langt frá markinu. Klara skallar hann fram á við á Veronika Líf. Veronika og í baráttunni við Elisabetu sem að kemst í boltan og Guðfinna síðan en Klara loka vel á hana. Það taka það fram að hér eftir leik þá mun ég stökkva niður á völl og fá viðbrögð allavega Helenu. Lauren Wade kemst hérna fram hjá Anitu. Það reynir fyrirgjöfina, hún er í Róbertu. Eva María er mætt og kemur honum út fyrir. Tvær og hálf mínútu eftir af venjulegum leiktíma mist. Með kastið á Lindu, vitlaust innkast. Vitlaust innkast. Já. Þetta er aðeins annað heldur en þjálfarar Þróttara byggust við sjálfsagt í stöðunni 2-0 þar sem að Þróttarar, eins og ég segi, hefðu átt að vera komnir í 4-0 áður en að Ía skoraði þetta fyrsta mark sem að var afar klaufalegt að hálfu Þróttara. Það er að mista aftur, kastar á Lindu, Linda. Anita til varnar, Linda nær fyrirgjöfinni. Fríða skallar frá, Jelena upp í loftið, Andrea í baráttunni hérna við Guðfinnur. Guðfinna nær af henni boltanum, Guðfinnur rekinn frá markinu þó. Elisabeth síðan nær ekki fyrirgjöfinni.
Við erum að fá hérna uppfæslu frá úr Breiðholtinu eftir frábæran fyrri hálfleikum á Kári. Þakka æðrum áttavöldum fyrir að sleppa með stig úr þessum leik. Og það er svona sveiflukent. Káraliði núna vonum að þeir finni stöðuleikan. Fríða hreinsar þetta frá. Nú munu Þróttarar eflaust reyna að kasta öllu til og tjalda öllu til og sækja á mörgum mönnum og þá kannski opnast möguleika fyrir Ólöfu hérna frammi. Hér fær hún boltan, missir hann svolítið langt frá sér. Gabriela nær af henni boltanum, kemur boltinn rekkur tilbaka á Fríðu. Hún finnur Bryndísi, Bryndís snýr á Lindu Líf, finnur síðan Róbertu Lilju. Róberta tilbaka á Anítu. Linda pressar á hana, Aníta stígur hana út og Linda við það að ná henni boltanum. Eva María hreinsar hann frá. Það mist með innkastið tilbaka á Guðfinnu, nei ekki Guðfinnu, Sigmundínu. Og Ólöf pressar vel á hana. Þeirra venjulegu leiktíma er að ljúka. Og Skagakonur fá innkast, þá líður leiktíminn. Venjulegu leiktími búinn. Spurning bara hversu miklu er bætt við. Það hafa fyrst og fremst verið einhverjar skiptingar, ekki miklar tafir vegna meiðsla ef einhverjar. Róberta kemur boltanum á Bryndísi, Bryndís finnur Fríðu. Fríða skiptir yfir til vinstri, Klara leggur af stað. Klara út á Veróniku. Verónika með boltan inn á tegin, Bryndís í baráttunni. Hann rekkur hérna nánast til Róbertu Lilju. Andrea, hér reyna Þróttarar hvað þið geta. Þetta er máttlítið. Aníta losar hann upp í hornið inn fyrir vörnina. Aftur á Friðriku. Friðrika síðan með langan bolta sem Aníta Sól skalla beint á Sigrún Evu. Sigrún kemur hann á Róbertu, fær hann síðan aftur. Það er mikil barátta núna hérna. Róberta brýtur á Andreu. Þetta er rétt dæmt. Sigmundína snögga að taka þetta, finnur Loren Wade. Loren nær fyrirgjöfin en beint í fangi á Tori. Loren Wade með bæði mörg Þróttara í þessum leik. Gabriela tekur þetta á kassan, Ólöf Sigríður vinnur boltan, hefur nóg pláss hérna til að snúa. Reynir síðan stungusendingu en það er komin svona þreytumerki. Hef ég ekki tíman á hvað er mikið búið af síðan að leikurinn var síðan að venjulegu leiktími leið. Það er komnar 2 mínútur fram yfir venjulega leiktíma. Og kemur Andrea, er eitthvað ennþá eftir í þessu. Loren Wade, Eva María gerir þetta vel og boltinn Fríða lætur hennar bara sigla aftur fyrir. Og þá er flautað til leiksloka og frábær sigur. Sjáum hérna varamannabekkin hjá IA, helsáttar alveg með þetta og ég mun núna breiða mig niður á völl og reyna að draga til mín Helenu Ólafsdóttur í viðtal og mögulega einhverja fleiri en þannig að ég ætla að drífa mig á stað og svo ljúkum við þessu út á velli.
Jæja, Helena, þetta var magnaður leikur. 2-0 undir hefðu getið verið konar 4-0 undir. Snúið þessu við. Hvernig líður þér núna? Ég eiginlega bara orðlaus. Þetta byrjaði svo erfilega eitthvað og ódýr mörk í raun og veru. Ég var nú brjáluð yfir fyrsta markinu en það var rangstæða. Hann gerði allt rétt þar og ég viðurkenndi fyrir honum eftir leik. En bara karakterinn í hálfleik, við vissum að við gætum betur. Vörnin var svona, aftasta línan var ólík sér í upphafi leiks og við rættum það bara í hálfleik og þær voru þvílíkt sterkar í seinni hálfleik og svo vorum við bara að skora og mér fannst bara svona, ég þekkti þær í dag, þetta var bara baráttan sem hefur einkennt þær í vor sko. Já, það er einmitt, sko, þetta er stór munur á þessum leik og Grindavík-leiknum hérna bara síðustu helgi. Hvað gerðist í vikunni? Við tókum hérna bara að fella létt og gáum einn auka frídag og höfðum svo bara svolítið svona meira gaman að þessu og svona við erum náttúrulega með ungan hóp og það er erfitt þegar maður ætlar alltaf að kenna allt á einni viku en við svona bara slóum aðeins af því en mér fannst bara svona liðið, við ætlum bara að njóta í dag, þetta er bara auka bónus að vera í þessu móti og við erum alltaf inn að fara í 8-liða og það er bara, við komumst aldrei, þetta er fyrsta sem við fórum í 16-liða síðan ég tók við. Svo hafði ég skrifað skilaboð til stelpnanna síðast, við förum í 8-liða en þá vorum við vist ekkert komna neitt lengra en við höfum greinilega hafa skrifað í skýin að við færum alltaf. Ég er ótrúlega bara, ég mala bara, ég er bara svo ánægð með þér sko. Valur vann IBVF í Vestmannaeyjum 7-1 í dag, er það draumamóterinn? Já, ég meina, ég vil stórt ef Pepsi Max lið og það er bara það er allt draumurinn. Við erum bara að upplega smá drauminn að vera komnar í 8 úrslit og fá kannski, en við getum alveg fengið lið úr okkar deild, en mér er alveg sama. Ég vil bara heimaleik og ég vil svolítið meira af fólki. Heldur að þessi sigur núna, og kannski sérstaklega hvernig hann vannst, heldur að þetta komið til með að gefa ykkur smá búst inn í deildakeppnina núna það sem framöndan er? Já, ef það gerir það ekki, þá erum við bara í ruglinu. Já, þetta á að gefa okkur búst og mér finnst, já, þetta á að gefa okkur bara kraft og gerir það alveg og við vorum búin að lenda svona, við lendum náttúrulega í hörkuleikjum á móti F og stóðum okkur vel fannst mér svo lendum við í þessu leik gegn skipulögðu Grindavík-liði þegar ég fór að horfa á leikinn aftur frá ykkur að þá þú veist, við bara fundum ekki svæðin og færin en þú veist, ég hef engar áhyggjur af okkur ef við mætum svona við þurfum bara að muna að þetta er gaman sko. Akkurat, innilega til hamingju og fara nú að fagna með þeim. Já, takk. En þá held ég að við förum að ljúka þessu hérna hjá okkur og IA-TV frábær 3-2 sigur þær eru komnar í 8-liða hver veit nema við fáum bara Val hérna heima í næstu umferð, það væri óskandi en Örn Arnórsson heiti ég vil fyrir hönd okkar þakka kærlega fyrir og ég vil nú þakka þeim sem voru með okkur Snorri Kristleson sem stjórnaði þessari útsendingu, Arnar Óðinn Arnþórsson og Ingimar Elvar Ágústsson sem voru á myndavélunum stóðu sér frábærlega. Næst, við verðumst þeirra komnir út úr okkar vandræðum svona að mestu og höldum ótröður áfram inn í fótboltasumarið. Örn Arnórsson heiti ég, áður en ég kveð að minni ykkur á að við eigum öll bara eitt líf, hafið það sem allra best. Nei, ég komst ekki til mig.